hér eftir samtal við oddvita allra flokka hér óskað eftir afbrigðum til þess að taka tillögu á dagskrá að fella niður, það sem sagt svohljóðandi tillaga, lagt til að borgarstjórn samþykki að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar sem halda skal 7. apríl 2015 með vísan til heimildar í 2. milligrein 14. greinar sveitarstjórnarlaga númer 139 frá 2011. Þeir sem samþykja að taka tillöguna á dagskrá gefa merki. Þeir sem samþykja tillöguna þá gefa merki. Tillagan samþykkt. Þá erum við komin í 8. lið í útsendri dagskrá sem fundargerð borgarráðs frá 4. mars. Þar eru 2 liðir undir sem þurfa að þarfnast atkvæðagreiðslu hér. Í útsendri dagskrá aðeins 12. liður en við bætist hvaða liður? Hvað segirðu? Já, 12. liður hér. Já, það þess að 12. liður bæði í fundargerð borgarráðs frá 4. mars og svo líka 12. liður frá 12. mars. Enginn hefur hvatt sér hljóðs, jú. Það eru 3 sem hafa hvatt sér hljóðs hér. Það borgarfulltrúi Júlíus Víðir Ingvarsson fyrstur á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, ég kveð mér hér hljóðs til þess aðeins að rifja upp mál sem að hér var til umræðu í borgarstjórn ekki fyrir löngu. Það sem var að fjalla skipulagsmál í Borgartúni. Nú hefur Skipulagsstofnun sent inn athugasemdir og komið ábendingar sem að síðan umhverfis- og skipulagssvið hefur svarað og svar sviðsins umsögnin var til afgreiðslu í umhverfis- og skipulagsráði eins og menn sjá. Þetta mál auðvitað sömuleyti merkilegt aðalega vegna þess að það alveg með ólíkindum. Þegar það kemur fram tillaga frá íbúum, óskir íbúum það að fá að hitta kjörna fulltrúa á almennum fundi til þess að ræða mál sem að bersýnilega mikil óeining og mikil óánægja meðal íbúa, að því skuli vera blákalt hafnað. Það skuli ekki örla á áhuga á því að setjast niður með íbúum og vinna úr þeim tillögum og skýra það sem á að fara að gera, eða þá að leita samráðs við íbúan og breyta þeim tillögum sem verið að vinna með í samræmi við það sem að íbúarnir hafa fram að færa. Nú, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu til í umhverfis- og skipulagssviði í framhaldi af þessum óskum íbúana 14. ágúst 2014 lögðu þeir fram tillögu það að deiliskipulag Borgartúns 28 og 28a yrði ekki afgreitt fyrir en að haldinn hefði verið fundur með íbúum og hagsmunaaðilum sem að vildu koma á þann fund til þess að fara yfir tillögurnar. Og það sem nú merkilegt við þetta það að allir fulltrúar meirihlutans í umhverfis- og skipulagsráði, fulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og áheyrnarfulltrúi Pírata, sem auðvitað greiddi ekki atkvæði en gerði engar athugasemdir, samþykktu það bara blákalt að þeim bara hefðu ekkert við íbúana að tala og höfnuðu slíkum fundi. Nú kemur sem sagt álit frá Skipulagsstofnun sem hefur fengið málið til umfjöllunar. Það sem að kemur nú fram, hérna með leyfi forseta og ég ætla að lesa það upp. Fram kemur í athugasemdum að hagsmunaaðilar telja að skort hafi á samráð við undirbúning deiliskipulagsbreytingarinnar. Mikil uppbygging og hefur verið við Borgartún og á aðliggjandi svæðum og við slíkar aðstæður telur Skipulagsstofnun sérstaklega mikilvægt að haft sé samráð við íbúa og aðra hagsmunaaðila umfram það sem lágmarkskröfur skipulagslaga auglýsingu deiliskipulagsbreytinga kveða á. Samanber sjónarmið vandaða stjórnsýsluhætti. Með öðrum orðum að okkar tillaga það að haldinn yrði opinn fundir að undir hana tekur Skipulagsstofnun. Síðan kemur sem sagt svar við athugasemdir Skipulagsstofnunar frá sviðinu sem lagt fyrir ráðið
Og þar sem fjallað þennan þátt, þessa athugasemd, þessa kvörtun sem kemur frá Skipulagsstofnun, þá ekki minnst einu orði á það að við höfum lagt þetta til í ráðinu og ekki minnst einu orð á það að meirihlutinn hafi skítfellt tillögu okkar að haldinn yrði fundur. Og sú tillaga var nú bara ósköp einföld að haldinn yrði fundur með íbúunum og í því fólst engin pólitík eða núningur eða derringur af neinu tagi. En bara kæmi ekki til greina. Minnihluta tillaga, hún skildi ekki ná fram að ganga og ég verð að segja það, ég bara greiði auðvitað atkvæði gegn þessu vegna þess að þessu umsögn, hún segir ekki sannleikann. Þetta hálf sannleikur og hálf sannleikur ekkert annað en lygi. Hún greinir ekki frá því sem að gerðist í þessu ferli og þannig það. Og ég boða það bara hér á þess að orðlengja meira þetta mál að við munum bóka undir þessum lið. Borgarfulltrúi Júlíus Egill Ingvarsson hefur lokið máli sínu, þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir næst á mælendaskrá. Báðar fundargerðirnar í borgarráði, allir liðir. Frú forseti, ágætu borgarstjóri og borgarfulltrúar. Ég þakka borgarfulltrúa Júlíusi Vífli fyrir þessa góðu yfirferð sem tengist Borgartúni 28. Við áttum heljarnar umræðu í borgarstjórn einmitt þessa málsmeðferð og minnihluti gagnrýndi þá meirihlutann fyrir þetta meint samráð sem kemur fram í stefnuyfirlýsingu samstarfssáttmálanum. Ég ætla ekki að fara orðlengja það eitthvað frekar hér en áskil mér einnig rétt til bókunar undir þessum lið svona í samræmi við þá bókun sem við höfum lagt fram í gegnum þetta mál allt saman í bæði í umhverfis- og skipulags og í borgarráði. En það sem mig langar að ræða undir þessum lið einnig liður 3 í fundargerð borgarráðs frá 12. mars. Þar voru lagðar fram fundargerðir Hverfisás, Grafós og Úlfarsárdal og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins bókuðu þarna við. En í þessari í fundargerð Hverfisás og Grafarholts og Úlfarsárdal talað það að greinlegt sé að fólk í þessu hverfi sé óáreitt með að fá ekki dagsetta framkvæmda áætlun. Þetta nú reyndar dálítið svona lauslega orðað í þetta samantekt opins fundar og ég geri ráð fyrir að þarna sé verið að vísa til þeirra uppbyggingar í Úlfarsárdal sem að kemur að uppbyggingu skóla og sundlaugar og íþróttamannvirkja. En það nú þannig að á fundi borgarráðs 18. desember að þá lögðu við Framsóknar- og flugvallavinir fram tillögu sem ennþá óafgreidd það verði lögð fram tímasett framkvæmdaáætlun varðandi þetta verkefni. Borgarstjóri hefur aftur á móti skipað með erindisbréfi, ég held að sé 29. janúar 2015 sem það var lagt fyrir í borgarráði, sem sagt starfshóp þetta verkefni. En ég tek það algjörlega á mig að hafa kannski ekki lesið það nægjanlega vel, þó svo ég hafi nú gert nokkrar athugasemdir, vegna þess að þá þetta erindisbréf sett upp, en það engir tímafaktorar í því til þess að koma til móts við þennan hóp íbúa sem þarna býr. Þessi hópur íbúa hefur verið að láta til sín taka á samfélagsmiðlum, þeir eru búin að vera að skrifa greinar, þeir eru að kalla eftir viðbrögðum okkar. Og mér finnst sem sagt að við í borgarstjórninni ekki taka nóg vel undir þetta, jafnvel þó að þetta erindisbréf hafi verið skipað, vegna þess að ég
held að það sé ákveðin mistök sem við höfum gert í því að því við erum ekki með neitt tímasettar. Ekki neitt. Það er bara þar til að við erum búin að framkvæma þetta sem ég þarf ekki einu svona að vera á þessu kjörtímabili. Þannig að ég held að við skuldum kannski þessu hópi Hverfisræðu, Grafarholts og Úlfarsárdal og íbúinu þar smá skýringar og umræður það hvenær þetta verður sett í framkvæmd. Og þá enn og aftur, þá ekki nóg að gera skýrslu og fara í hönnunarsamkeppni og gera svo bara, setja upp stýrihóp eða, ég vel viðurkenna hvað stýrihópur eða starfshópur og sjáum sjáum ekkert hvað að gerast. Þannig að ég veit að borgarstjóri hefur örugglega ákveðnar hugmyndir þetta og veit miklu meira þetta heldur en ég hér akkúrat núna. Þannig að ég myndi vilja að hann kæmi upp og upplýsti íbúa á þessu svæði hvað raunverulega í gangi. Og úthverfin eru kannski ekki, það alltaf að tala um að það vanti að ræða þeirra mál og ég hef ákveðið að hérni frá mun ég í lok hvers borgarstjórnarfundar undir þessum liðum tala eitthvað af þessum hverfisráðs fundargerð. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu og þá hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúunum fyrir að spyrja málefni Úlfarsárdals og vegna þess að það hefur verið að koma upp undanfarið og líkt og borgarfulltrúi nefndi að þá var seint síðasta haust fyrir niðurstaða í hönnunarsamkeppni skóla, sundlaug, menningarmiðstöð og íþróttaaðstöðu í Úlfarsárdal. Og það sem gerst hefur síðan, sérstaklega varðandi kynningu til íbúa, að það búið að halda 2 opnar kynningar í hverfinu, annars vegar í tengslu við aðalfund íbúasamtaka Úlfarsárdals og hins vegar á vegum hverfisráðsins. Það sem við höfum gert hérna megin að auðvitað kynna tillögurnar öllum viðkomandi ráðum sem að tengjast þessu, sem eru skóla- og frístundaráð, menningar- og ferðamálaráð, ITR og fyrsta kynningin var í borgarráði. Við höfum líka sett í raun svona byggingarnefnd eða starfshóp sem á að halda framkvæmdanefnd sem á að halda utan framkvæmdina. En það sem hefur verið kallað svolítið eftir nákvæm framkvæmd og tímaáætlun. Það sem kallað eftir, kannski ekki síst vegna þess að útfærslan hönnunarverkefnið sem var fyrir valinu hefur mælst mjög vel fyrir. Þannig að það mjög mikil eftirvænting eftir því að ráðast í framkvæmdina og ræða áfangaskiptinguna. Því þetta gríðarlega stórt verkefni og þarf að byrja á einhverjum enda þess eða 2 endum þess eða frá miðju og út, ég veit það ekki. Og ætla svo sem ekki að fara að bollaleggjum það, en ég sjálfur sagt og hringdi nú persónulega í formann íbúasamtökunna fyrir kannski mánuði eða 6 vikum síðan til þess að segja honum það og þannig að hann hefði það millilega laust að mér finnst mjög mikilvægt að geta gefið tímasetningar en ég vildi ekki gefa þær út fyrir að við hefðum alveg fast land undir fótum. Ástæðan sú að það valdi alveg sérstökum pirring í þessu verkefni að tímasetningar hafa verið að breytast vegna þess að til dæmis samkeppnin dróst vegna deilna hvernig þetta fara í hana, hvernig þetta leggja hana upp, hvort það ætti að vera bindandi forsendur breytingar á skipulagi eða hvort það ætti að vera opið, hvort það væri svokallaður norður- eða suðurkostur eða austur- eða vesturkostur eftir því sem að við orðum það og það var ákveðið að hafa þá opið meðal annars vegna þess að íbúasamtökin óskuðu eftir því. Það var mjög farsælt. Það kom nefnilega niðurstaða sem var kannski ekki alveg eins og neinn hafði nákvæmlega séð fyrir sér. Það þarf líka að semja við Fram, endur semja við íþróttafélagið Fram sem að flytjast upp í dalinn og einhuga í því. En allt að einu að þessir þræðir þurfa allir að liggja saman og við verðum að geta ekki bara gefið svör, heldur svör sem við getum staðið við. Og þess vegna hef ég lagt áherslu á það að fundur þau svör ekki hægt að halda fyrir en að þau liggja nokkuð traust fyrir.
og skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar hefur lagt til að við stefnum að fundi 16. apríl. Svörin liggja ekki fyrir í dag en þau ættu öll að vera komin nokkuð klár þá. En það er ekki búið að klára samningin við fram. Ég vona að það gangi samt vel. Það eru búin að vera nokkru fundir. Framkvæmd og verkáætlunin ætti að liggja fyrir. Þannig með öllum eðlilegum fyrirvörum að þá vonast til þess að við höldum opinn íbúafund 16. apríl og reynum að gefa eins skýr skilaboð þar eins og við getum. En ég vona að þetta sé tímanna tákn. Ég var skammaður í það bil 1 vetur eða minnst svona heilt ár fyrir að þetta hafi verið kynnt allt og bratt að þetta fari allar þessar stórum framkvæmdir upp í Úlfarsárdal og ég bara fagna því ef að umræðan snýst núna það að það sé óþörf eftir því að þetta verða veruleika því að ég staddur þeim megin í tilverunni. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sín og fleira hafa ekki kvatt sér hljóðs. Þá göngum við til atkvæða fyrst 12. lið fundargerðar borgarráðs frá 4. mars. Þau sem samþykkja það gjöfumerki. Borgartúnið. Þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6. Þá göngum við til 12. liðar fundargerðar borgarráðs frá 12. mars. Samanber það sem að forseti greindi frá áðan sem aukafjárveiting til mannréttindaskrifstofu vegna öldungaráðs og fjölmenningarráðs. Þeir sem samþykkja það gjöfumerki. Það var samþykkt samhljóða í borgarráði, ég vek athygli á því. Ég bið fólk að taka þátt í atkvæðagreiðslu hér. Já, það var samþykkt samhljóða samt í borgarráði. Það er 12. liður sem sé samþykktur með 9 atkvæðum, nei. Ég ætla að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Þeir sem samþykkja liðinn gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks sitja hjá. Þá göngum við til 9. liðar útsendri dagskrár.